Það voru sko 3 rauð spjöld í þessu leik og Rakel, ég veit að þér finnst sérstaklega skemmtilegt að fara í dómarasæti. Já, þetta var fjörugur og öll þessi spjöld kom í fyrri hálfleik. Þetta var mjög fjörugur fyrri hálfleikur. Þetta er auðvitað bara ljótt brot. Ég held að Nathan þarna, það var ekki frábær innkomi í honum, þannig er hann búinn að fá eina brottvísun áður. Ég held að þetta sé á 9. mínútu sem að þetta spjald síðan kemur. Þetta er bara ljótt brot en þetta er óvilja verk. Hann er bara allt of seinn þarna í hjálpavörn og fer illa aftan í andra þarna. Ungur strákur sem fer fram á sér aðeins. Óðinn Freyr. Þarna er þeir, held ég, að dæma þarna, fer með hnið, það fylgir svolítið eftir, ef við sjáum þetta aftur. Þarna fellur og svo fer hnið þarna aftur í hnakkan. Þetta finnst mér bara óþarfi. Eftirfylgni sem við höfum verið að tala um og við höfum séð mikið. Þetta var kannski óvenjulegt. Já, þú getur forðast þessa hreyfingu. Ég er alveg nokkuð viss um það. Örugglega ekkert kannski illt á bakvið, en þetta er svona óþarfi og ég held að þú getur alveg forðast þetta og þetta er bara klaufalegt. Og 3. rauða spjaldið, það er þetta að koma undan þessu. Ísak Rafnsson. Þetta er svona, þetta er kannski það spjald sem að ég horfði oftast á og eiginlega, ég sé ekki alveg hvað rauða spjaldið er þarna. Ef ég verða að viðurkenna það. Þetta kemur Bernhard á rosalegum, hann er með svo mikinn sprengikraft og hann bara algjörlega missir á honum. Orðspor Ísaks þarna eitthvað? Hann er bara missir hann alveg, hérna. Ísak hann er að beina honum yfir á Róbert og það er ekki Ísak að kenna, hann lendi á Róberti og fallið þarna, finnst mér hann að ég held að, þú veist, rautt spjald og Ísak svolítið vel í lagt, sko. Mjög hart í rauninni. Því hann ýtir honum yfir, hann gerir honum allt rétt Ísak, þú veist, reynda að missa hann fram hjá sig, sko, en ef að Róbert hefði verið komið nær, hann bara, þú veist, erfitt að eiga Bernhard, hann er alltaf á mikilli ferð og það er oft brotin á honum líta illa út, sko. Og þá er ég ekki að segja aldrei þetta með rauð, en í þessu tilfelli er þetta ekki gróft brot við Ísaki, þannig að ég held að hann geti alveg verið svekktur að hafa lokið leik þarna í fyrri hálfleik á þessu broti.